velkomin í loka þáttin af seríu 1 hjá Bíóbílnum. Þetta svona retrospektív sjónarhorn á það sem við höfum verið að gera í fyrstu seríunni. Við höfum ekki verið að gera þetta hingað til, en gæti verið að vera meira þessi í seríu 2. Allavega, við munum núna byrja á því að telja frá 5 verstu, leiðilegustu myndunum eða verstu bíóupplifununum. Já, bara verstu myndunum bara á okkar mati sem við höfum séð í bíóbílnum. Já. Ekki svona allt árið, en bara í bíóbílnum. Já, við erum búin að taka upp 20 þætti og það getið skrollað og horta á allt það sem við erum búin að gera. Það ætti að vera niður í, seríu 1 á einu bandi. Getið ítt á þann link eða hlekk eða fyrir eftir því hvaða tungumál þið talið. Nú. Prúsni kebab, gamba. Prabrikúri, já. Þetta var brandari. De kleine Frau. Lol. Já, við byrjum á já. Þetta gengur vel. Við byrjum á því að segja frá 5 verstu myndir, topp 5 verstu myndir Worst movies ever. Af bíóbílnum. Já. Ok. Númer 5. Númer 5. Saving Mr. Banks, minnum við, já. Já, Saving Mr. Banks. Hvað getur þú sagt hana? Munið eitthvað? Ekkert slæm mynd, hún bara letti því miður, við horfum ekki á það margar slæmar myndir. Nei. Greinilega. Nei. En leitt að þessi mynd skildi á neðsta sæti toppum verstu. Já. Alls ekkert slæm mynd, endilega kíkja á hana. Hún bara óheppilegt að hún skulle lenda í þessu sæti. Já, hún í rauninni, það eiginlega satt, við fórum ekki á það mikið af slæmum myndum en þær virkilega slæmum myndir voru mjög slæmar, en það allavega þessi mynd kannski lendir svona neðarlega út af því að hún gerði ekki neitt svakalega mikið. Nei, hún var heldur ekkert að gera neitt mikið nýtt, þannig að það er erfitt að gera eitthvað nýtt í dag, en maður hefur séð þetta svo marga oft áður eftir þessa sögu, það er kannski svona. Já, það var mjótt á milli þessa mynd og Dead Snow 2 sem ekki alls slæm mynd eldur. Já. Hún bara í sínum megin flokki eiginlega. Já. Sama á þessi mynd eiginlega, má að segja. Þannig að ekki slæm mynd. Nei, endilega kíkja á hana. Endilega kíkja á hana, en býðu þangað til næstu myndina, eða næstu sætin. Já. Það verður, við lofum. More shit coming your way. Allt í lagi. Númer 4. Transcendence. Johnny Depp, gerfi meðvitund. Já. Hann fær ennþá minni persónuleika en í fyrirmyndum. Kvikmyndatökumæðurinn hans Christopher Nolan að reyna að gera sína eigin mynd. Hefnaðist ekki mjög vel. Hefnaðist ekkert svo vel, hún var ekkert það skemmtileg. Nei. Söguþráð sem gæti átt sér stað í Andrésar Andasirpu í rauninni. Það hefði eiginlega skemmtilega sagan. Sem Andrés And, sem tölvu. Kannski hugmyndin lofaði góði en það var bara í rauninni ekki farið nógu vel með hana. Nei. Hún er óvenjuleiðileg mynd. Það er mjög erfitt að sitja og horfa á hana alla. En það er náttúrulega því að hún er ekki beint fyrir nútíma áhorfendur. Það er málið því að við erum með svolítið mikinn athyglisbrest að við höfum ekki nennu í það að horfa á langar tökur og vera svona horfa á svona, ákveðna hluti í ákveðna langi tíma og velta ákveðna fyrir okkur. Já. Blöða mynd. Já. Ég var að taka næstu mynd, eða Já. Númer 3. Noah. Þessi mynd var skemmtilega slæm. Ef þú getur hlegið þinni. Já. Ég skemmti mér við að horfa á hana, það að segja gegnum nokkra part af myndinni. En sumir partin voru bara óþolandi að sitja í gegnum. En ég verð að segja að Anthony Hopkins var skemmtileg sem berjakallinn. Hann bjargaði myndinni. Hann langaði bara í ber. Komstu með berinn? Hann langaði bara í ber. Já, þetta var sumir partarnir voru alveg vel gerðir en þeir voru því miður og fáir og voru í rauninni bara góðir að því þeir voru flottir svona myndrænir séð, svona listrænt séð. Þetta var bara svona stór, epísk mynd sem að tók sjálfum sig allt of alvarlega. Það var í rauninni enginn að biðja þessa mynd í rauninni, þannig að... Já, geðjast hvorki trúlausum né kristni fólki, þannig að, já. Það er bara hálfvitum eins og okkur. Já, sem geta hlegið það. Já, þannig séu, já.
Já, þannig að En það betra var, fyrir bíóbílum þá Arnór höfðu hann í annarskipti sem að geði fyrir nokkuð góð heiðurskost. Já, þannig að það meðal yfirlýsingu til þess að henda skít í leikstjórann að sínum eigin hægðum. Já, góði tímar. Gilt moment. Súrsaði niðurgangur. Já. Þannig að við mælum ekki með þessari mynd. Nei, augljóslega ekki. Nei. Bara ekki borga fyrir svona. Skilin viljið en ekki borga fyrir hana. Þið heyrðu ekki hjá okkur en endilega steliðinni. Já. Ok. Númer 2. Divergent. Já. Slime. Mjög slime. Ekki fara á hana. Ekki fara á hana. Ekki leiða hana á hóttinu. Bara haldið ykkur fjarrinni. Ég veit ekki hvað það bókin slime. Nema, já. En þetta svona... Ef þú hefur gaman að því að horfa á vegg, þá hefur þú örugglega gaman að því að horfa á Divergent. Þetta bara... Þú ert í rauninni ekki að horfa á neitt. Þetta er bara... Fólk hlaupa. Já. Það er skreitið. Maður hafa gaman að því. Eftirherma af Hunger Games og fleiri myndum. Og... Þetta er bara hluti af að young adult. Já. Bókahreyfingunni. Þetta er svona þjáðir tjáningar. Þið skiljið okkur ekki. Við erum eins og utangarsfólk í okkar eigin samfélagi. Þú veist, já. Alls ekki séð margar post-apocalyptic myndir. Nei. Sérstaklega þar sem að persónunar eru mjög leiðilega. Og það er ennþá, þú veist, færibandið ennþá í gangi. Það er fleiri myndir á leiðinni. Já. Það er bara, já, úlingar að reyna að vera mjög harðir, getum við sagt. Já. Og þeim tekst það ekki. Harry Potter plus Hunger Games. En ég meina, það var á góðri leið. Ég meina, það var maður sem hétt Fjarki þarna. Það var mjög, já, ég veit. Mjög gróft. Það sýnir svona alla heila orkuna á bakvið þetta. Hey, hvað hann heita? I'm number 4. Fjarki, já. I'm 4. Þessi mynd gefið okkur greinlega heimskari. Já. Það er hægt. Ef það er hægt. Ef það er hægt. Mjög bara ímyndið hvað hún getur gert við ykkur. Allan ekki horfa þessa mynd nema þið viljið, þú veist, viljandi verða heimskari. Það er hægt að horfa þessa mynd og gera grín að henni, en hún var eiginlega það slæm að við gátum ekki gert grín að henni. Við vildum standa upp og fara út en hún var ekki búin strax. Það voru svona 3 endar á myndinu og mjög vonsvegnir þegar allir þessi 3 endar voru bara svona misjafnir. Já. Þannig að bara algjör óþarf að horfa þessa mynd. Já, nema þessi einhverju masokistar, en ég meina, þið ráðu þessu. Já, þetta er ykkar líf. Já. Ykkar líf, þið með sóið eins og þið viljið. Númer 1, The Other Woman. Dun 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 dun, dun dun dun. Ave Maria. Já, hvað getum við sagt þessa fucking mynd? Grínmynd sem er ekki fyndin. Já, tölvugerða kókur. Tölvugerða fucking kókur. Þetta er, já. Mamma mia. Þetta er svo slæmt því að maður vill horfa á grínmyndir í bíó eða þú veist, maður vill fara á fyndnar grínmyndir en það er bara svo mikið af þau núna og sérstaklega svo kom önnur mynd út sem heitir núna Sex Tape. Já. Það er Cameron Diaz og... Cameron Diaz aftur! Walk of Shame. Já. Walk of Shame, já. Þetta er allt, ég er enda ekki búinn að horfa á þær, mun sennilega ekki horfa þær en ég veit slæmu hluti þar. Já. En... Þetta er bara... Það var afrek að sitja í gegnum þessa mynd. Já. Í bíósal. Já. Það sem að gæti ekki... Þetta er mynd sem er gerð fyrir konur en við vorum í sal þar sem 80% í salnum voru konur og 80% fóru ekki að hlæja. Og 3% fóru að gráta við lok myndagana. Já. Það sagði við þrjú. Og hinn 17% langaði að kála sér en já, við vorum reyndar held í frekar í þeim hluta. Já, bæði voru. Þremur sem fóru að grænja. Bæði. Já. Gafkost og þunglindis. Ég fór heim til mér og grét sjálf mig í svefn eftir að síðan mynd. Þetta er viðurstyggilegt hvernig það er komið fram við nútíma áhorfendur. Já. Já, það er... Og eiginlega bara móðgandi þar sem þessi mynd er ætluð konum. Svona, já. Það er eitt sem við... Einn vinur sem ég þekki sem að horfa á þessa mynd og sagði að þetta var góð mynd til að horfa á ef maður, þú veist, það vildi ekki hugsa meðan maður var að horfa á kvikmynd. Já. En ég skil svona hvernig ég sé þessa mynd, það er betra að horfa hana ef þú ert dauður. Já. Svona, já, það er bara, já. En það er það hugsa ekki neitt. Það er svo meiri óvirðing fyrir hérna dauða að láta það þurfa að horfa á þetta. Já. En já, ef þú ert eins og maðurinn svo fenginn til að tölvugerða kúk, þá er gaman að segja. Hvers við er líf þitt. Já. Þetta er niðurdrepandi. Já, það að tala þessa mynd er niðurdrepandi.
Hún það slæm. Það þurfti einhver í alvörinu að tölvugera hann kúk. Þetta já. En þú veist, já. Það samt eitt fyndið, það ein skemmtileg staðreynd. Við erum hérna með lista og vorum að tala Mary Poppins hérna rétt áðan og núna erum við að tala tölvugeran kúk. Þið sjáu hvað þetta fer strax bara lengst niður. Já, við vorum akkur að tala að hérna Divergent hefði gert okkur heimska þessi mynd. Gefa okkur þunglingar. Hún tók það sem eftir var. Já, ástæðan. Það var ekkert eftir. Það var mjög lítið eftir. Já. Og ef þið haldið að við séum virkilega klikkaði núna, býðið bara... Já. Mér langar pínu að kaupa þessa mynd bara þannig ég geti hent inn í ruslið eða kveikt í henni eða bara... Það skita hana. Já, ég geti hann og skita hann út. Já, og allt innu og borða hann og svo aftur, já. Þetta komið algjör auðvitað sem shit. Já, eins og ég segi, þessi mynd tók það litla sem eftir var hérna og ástæðan fyrir að við erum að gera þessi myndbönd og setja það á YouTube og vonast til þess að einhverjir horfi á þau sem að, já. Ég vara almenning við, já, bara heilbrigði þeirra. Já. Svo ef þið viljið halda gafanum, sleppið við að fara á The Other Woman. It's not worth it, man. Tölvugerður kúkur! Já. Og þetta voru 5 verstu myndirnar sem við sáum í bíóbílum. Ekki með þetta. Og, já, við mælum með því að þið horfið ekki á þær. En lítum á Björn til hliðarna, nú munum við telja upp, hvað, 5, 10, 5... 5 bestu. Já. Núna er komið að því að telja upp topp 5 bestu myndir sem við fórum á í bíóbílnum. Það er að segja að við fórum á 20 myndir, við erum búin að telja upp 5 verstu myndirnar, núna er komið að 5 bestu myndunum. Númer 5, Vonarstræti. Já, bara þetta er með betri íslenska myndum sem að ég hef séð allavega fyrir minn smekk. Bara virkilega vel gerð í alla staði. Fengið mjög marga góða dóma. Já. Og er hún ennþá í sýningu? Nei. Já, hún var mjög lengi í sýningu. Já. Það kom mér alveg óvart. Getum bara sagt að hún er vel útlítandi, það er áhugaverðar persónur. Það er Eik og Sölvi og Móri og það er auðvelt að tengjast þeim, kannski ekki eins mikið Sölva, en já, allavega. Og ég verð reyndar að viðkynna eitt að ef að Þorsteinn Bachmann hefði ekki verið í þessari mynd og ef hann hefði ekki leikið Móra og þessi Móri karakter hefði ekki verið í myndinni þá hefði hún sennilega ekki verið eins góð. En engu að síður góð mynd, en þessi frábæri leikur frá Þorsteini Bachmann, hún gerði myndina að vísu mun betri en hún var í rauninni, en flott handrit samt engu að síður og vel skrifaðar persónur og maður sér að leikstjórinn kann að vinna með leikurum þess að þeir standa sér rosalega vel í myndinni og svona þemað í myndinni er mjög flott og life in a fishbowl, þess að lífið í fiskabúrinu og þessar persónur rekast á hverja aðra þarna í Reykjavík sem er mjög öll þegar að 3 fiskar í fiskabúri, já. Borg Óttars. Já. Óttar. Þannig að hvað svona, hefur eitthvað meira að segja? Þetta er bara... Í rauninni ekki, bara þetta er eiginlega bara kraftaverk fyrir Íslendinga. Já, bara... Mælum með henni ef ykkur líka við... Ef vil ég gefa íslensku myndum séns. Já, akkurat. Mikil metnaður lagður í þessu mynd og það sést. Og við erum bara mjög þakkláttir í rauninni fyrir það að það sé virkilega reynt að gera góða íslenska kvikmynd og það tekst. Og hei, ef Vonarstræti lenti á 5. sæti, pælið ég hvaða myndi koma eftir þessari. Það batnar bara. Það lítur bara að gera það. Lítur að gera það. Nei, þetta er góður listi. Já. Góður listi. Betri en hinn. Já. Númer 4, Guardians of the Galaxy. Við fórum að þessa frekar nýlega, þannig að það er kannski ekki skrítið að hún skulle vera svona hátt upp á listanum. Við erum búin að fara nokkra myndir og getum svona valið og metið hvað myndir okkur finnst hafa verið bestar. Og þessi mynd er númer 4. Hún er bara endalaus 80s svona, það er mjög mikið... Sæla. Já, það er ef þú ert aðdáandi af 80s tímabilinu þá myndir pottþétt líka af þessa mynd. Þetta er líka bara frábær svona green sci-fi mynd. Ég held að... Frábær tónlist, bara leikararnir eru mjög skemmtilegir. Þú veist, Chris Pratt er alveg frábær hasarhetja. Bradley Cooper er alveg ótrúlega skemmtilegur sem þessi klikkaði þvottabjörn. Þú veist... Vin Diesel sem Groot. Já.
Þótt hann segir bara through hours. Já, og þú Hann veist, samt magn. ég meina, Dave Bautista, þú veist, er ekki svona verið þekktur fyrir að vera eitthvað mikill leikari, en hann er mjög skemmtilegur sem Dragster Destroyer. Og Zoe Saldana er bara mjög góð svona hasaleikuna. Sem Gamora, og þú veist, þetta er bara, þetta lið af fáiðum er alveg æðislegt. Þetta er, ég verður að segja, mér fannst það skemmtilegasta og bara besta óverhyndjumyndin sem við fórum á í bíómílum. Já. Þetta er mjög, Sammála. einhvern veginn, ég las einhvern tímann komment eftir Guðjón félag okkar, það sem hann, hæ Guðjón, það sem hann segir að þetta er mynd sem að notar klísjur en í rauninni bara til þess að eyða þeim. En notar í rauninni klísjur bara til þess að eyða klísjum. Notar sem skjöld. Já. Líka gera sér skrín að klísjunum, hún er meðvituð klísjunar. Og það er rosalega flott. Mér finnst þessi mynd, hún er bara rosalega skemmtileg. Ég er eiginlega hissa hún sé í 4. sæti, ég myndi persónulega vilja bara setja hann í 1. sæti, mér fannst þú svo rosalega skemmtileg bara. Þetta er líðræði í fjandinn hafa það. Þetta er rosalega skemmtileg og frumleg og þetta er klálega með bestu myndunum sem við séð í bíóbílum og við mælum eindregið með henni. Og hún er ennþá sýnd eitthvað staðar, hann er bara að drífa ykkur núna. Endilega, bara, þú veist, þó þið sé ekki einu sinni overhetju unnendur, þetta er bara því að það er svo skemmtileg dýnamík á milli þessara persóna og hver hefur ekki gaman að því að fylgjast með fáiðum sem hann ekki væntum. Ákveða að horfa þennan þátt annars. Já, nákvæmlega. Þannig að við mælum eindregið með The Guardians of the Galaxy. Númer 3, Harry og Heimir. Önnur íslensk mynd sem endar á topp 5 listanum, þetta lítur að vera eitthvað kraftaverk. En sem sagt þetta er grínmynd sem er fyndin. Akkurat. Ef þú hefur sérst húmor fyrir þessu, þá er hún fyndin. Mjög steiktur og kjánalegur húmor, en okkur líka við hann. Og þetta er einmitt kannski mynd sem vorum að tala Guardians of the Galaxy sem gerir grína klísjum. Þessi mynd er svona, hún er líka meðvituð það hvað hún er og reynir svona að notfæra sér það til góðs. Eins og það kannski það er ekki alltaf mikið af budgetum hérna á Íslandi, við erum ekki með endalasta peningum. Og þú veist, þessi mynd, hún gerir mér þess að grína því. Hún nýtir sér það. Hún nýtir sér það, já. Í þágu húmorsins. Í þágu húmorsins. Og gerir það frábærlega. Og þú veist, það er bara svo frábært að komi íslensk kveikmynd og hún lítur í rauninni, hún lítur vel út, hún er ótrúlega vel leikinn. Það eru skemmtilega persónur inni og hún gerir grín að íslenskri kvikmyndagerð. En þú veist, og er svo sjálfsmeðvituð og er samt fyndin og vel gerð. Það er virkilega skemmtileg kaltani og þessi mynd er bara, hún er frábær, þú veist. Ég meina, Siggi Sigurjóns, þú veist. Karl Ágúst, Örn Árna. Þú ert með alla meistarana og bara mælu með henni eða þú vilt, þú veist, skemmta þér. Hvort það er með, þú veist, börnunum eða með... Hvort sem þú hefur hlustað á þættina eða ekki. Já. Bara mæla hendur með henni. Þetta er bara frábær grínmynd. Fer með þið aftur á, svona, tekur þið tilbaka á myndir eins og Stella í Orlofi og þessar svona gömlu góðu, þú veist, löggulíf og sýnir að húmor í dag þarf ekki endilega að vera grófur eða dónalegur, þú veist, það er hægt að vera fyndin án þess að vera. Hann getur bara verið eins kjánalega hægt að. Það er ekkert að því. Þannig að bara virkilega fyndin og skemmtileg mynd og það er svolítið bara sjaldgæft í henni í dag að myndir geta verið finnar án þess að þeir séu eitthvað dónalegar eða klámfegnar eða eitthvað svona eins og flest svona húmorinn er svolítið mikið í þessum grínmyndum í dag en þessi mynd tekst að gera það og án þess að vera þannig og gera það ótrúlega vel. Og ég skil það alveg líka vel ef að fólki finnst þetta ekki fyndin mynd og það er rauninni, er það bara ekki, kannski getur við sagt að það er ekki búin að ná þeim þroska að geta hlegið að þessum húmor, kannski finnst það að vera svona of kjánulegur húmor og tekur þessu í rauninni, tekur húmornum það alvarlega. En þetta er svona húmor sem þú mátt ekki taka alvarlega og þetta er líka svona mynd sem að þú þarft í rauninni ekki að hugsa það mikið út í því að horfa á hana. En hún, þetta er svona mynd sem fer með þig á mjög skemmtilegt ferðalag í gegnum íslenskan húmor og bara eins og segjum að frábæri leikarar og góðu söguþráðar kemur óvart ekki kemur óvart hvað var Harry og Heimir en bara kemur óvart að Íslendingar skuli ná að búa til svona skemmtilegan söguþráð. Flott handrit eftir Karl Ágúst Úlfsson og bara mjög flott framlag til íslenskrar kvikmyndagerðar. Like það. Númer 2 The Lego Movie. Já, hvað getur sagt? Það er allt svo frábært. Everything is awesome. Ég hef sagt bara virkilega frumleg og flott mynd og eins og mjög flott hvernig þeir notuðu svona Lego-kallana og þeir voru eins og Lego-kallana, þeir voru ekki þrátt fyrir það að vera tölvugerðir. Já. Og skemmtilega ádæli á samfélagið, þú veist það þurfi ekki allir að vera eins og það er rosalega flott svona bara byrjunaratriðið nógu gott getur verið heil mynd í rauninni svona stuttmynd. Já, svona stuttmynd það sem að eins og samfélagið er svolítið í dag það
vilja allir hlusta á sömu tónlist og flestir klæðast eins í sömu tískufötunum og allir þurfa að vera líka við sömu myndirnar og bla bla bla. Stóru fyrirtækin eru svolítið að reyna að heila þó almúgan. Já, en þessi mynd hvetur til sjálfstæðis og að skera sig aðeins úr, vera öðruvísi og þóra því. Það er í lagi að vera öðruvísi í rauninni. Þannig að kannski ekki skrítið okkur finnst þessi mynd góð. Já, akkurat. Þessi mynd bara frábær hvað það varðar. Af því að boðskapurinn í rauninni bara sá að hvetja til sjálfstæðis. Og fyrir utan það, þá var þetta bara skemmtileg mynd fyrir fjölskylduna og krakkana og þú veist, bara fyrir fullorðna, ég veit sem börn og fullorðna. Það gefur bara góð fjölskyldumynd ef allir geta notið hana. Já. Það er náttúrulega máli, sko, brandararnir eru kannski svolítið miðaðir fyrir börnin, en boðskapurinn er svolítið miðaður fyrir fullorðna í rauninni. Já. Þannig að bara skemmtileg fjölskyldumynd með góðum húmor, með frábærum boðskap og við bara mælum með þessar mynd ef að þið viljið upplifa svona þessar gömlu góðu til dæmis Pixar myndir eða Disney myndir. Og já, þeir sérstaklega kannski fyrir þá sem að höfðu gaman að Lego eða Lego sem er Lego ekki einn af þeim, en mér fannst samt þessi mynd góð en hún er ennþá betri fyrir þá sem að hafa einhverja svona minningar af Lego og svona. Krakkar sem ætti að horfa á þessa mynd eftir að muna eftir henni þegar þau væru fullorðin. Þannig að mælum með The Lego Movie. Númer 1, The Grand Budapest Hotel. Virkilega bara flott mynd, vel útlítandi og þetta er svona rung fyrir kvikmynda áhugamenn eða svona kvikmynda gerðamenn öllu heldur. Af því að hún er virkilega vel útpæld, vel úthugsuð, bara svona stílíseiruð, þetta er alltaf Wes Anderson mynd. Þannig að allt er svona einhvern veginn staðið miðjað og bara hver einasti rammi er eins og málverk eða listaverk, þetta er eiginlega algjört augna konfekt og það er líka innihald. Má ekki gleyma því, það er ekki bara útlitið, það er líka innihaldið sem að þetta er mynd sem að í rauninni gerist inn í bók og það er mörgum bókum. Já, og það er mikið af skrautlegum persónum og skrautlegum leikurum líka. Margir mjög góði leikara í þessar mynd sem eru vel nýttir sko. Akkurat, og þessi mynd er bara svona, þetta er virkilega vel gerð mynd. Það er svolítið svona, kannski beint rosalega mikið af myndum sem eru formlega vel gerðar í dag. Þessa mynd sem að minnir mann svolítið kannski á Stanley Kubrick og Alfred Hitchcock og þessa gömlu góðu leikstjóra sko. Wes Anderson tekst að gera með flotta og stílíseraða mynd sem að við hefum spáð að muni ekki gleymast fljótlega. Að þetta verði svona með eftirminnilegustu myndunum þetta ár. Þessi mynd er að viðheldur svona gamla góða stílmanns en aftur á móti er að þróast sem leikstjóri. Já. Já. Og þetta er bara, eins og ég segi, þetta er svona mjög stílísera mynd og bara einhvern veginn rosalega, maður sér bara hvað hún er vel gerð. Og það er ekki verið að reyna að geðjast einhverjum ákveðnum, þú veist, það er ekki verið að, við verðum að gera einhverja mynd sem að allir muni elska. Þetta er persónulegt verk frá Wes Anderson og hann gerir það bara eins og hann vill og hún er mjög listræn og flott og ef ykkur líkar við öðruvísi myndir, sjálfstæðar öðruvísi myndir, þá mælum við eindregið með The Grand Budapest Hotel. Svona gómsvætt augna konfekti og alvöru konfekti. Alvöru konfekt. Sko þessi mynd er svo lagtekta sko. Já. Byrjum eftir þessu. Hún er með mörg lög. Já. Góðum lögum. Ef ykkur líka við tertur þá mælum við með The Grand Budapest Hotel. Og nú kannski viljum þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið í gegnum tíðina og fylgist vel með næstu seríu. Við erum búnir að taka það upp, þá gagnrýni eða þá umræðu eins og við kannski viljum frekar kalla það umræðu, við erum ekki pyntað. Inn í bíl. Já, umræða og endilega fylgist með því, það að koma upp svona, ég vil ekki segja alveg hvenær en það kemur upp bráðlega. Eitthvað Sko, næsta umfjöllun verður ef að segja það, hvað mynd það er? Það er Sin City A Dame to Kill For. Sim City 2. Sim City. Og að því vorum að tala útlitið er ekki það sem skiptir máli endilega alltaf, að þá endilega fylgist með Sin City A Dame to Kill For umfjöllunni, það sem við förum svolítið út í þetta nánar. Og endilega kíkja á næstu seríu af Bíóbílnum. Yes. Þar sem, Bíóbíllinn mun keyra
Allt. Í Brum. Brum í framtíðinni. Brum. En annars bara... bílað ekki. Já. En ég held að það sem við erum að reyna að segja bara þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið þeir sem hafið hort á þetta og vonandi hefur þetta nýst ykkur eitthvað. Vonandi hafið þið annarkvort fælt ykkur eða farið burtu frá myndum sem að veru slæmar og dreigist að myndum sem eru góðar. En þegar uppi staðið þá þetta allt saman bara persónuleg skoðun. Endilega viðhaldið henni, það það sem skiptir mestu máli. Þannig að það allt svo frábært. Það allt frekar frábært. Já, það svo frábært. Okay. Já. En við slúttum þessu bili og sjáumst í næstu sögu. Já, fylgist með í framtíðinni. Bye! Bye!